Geðhjálp fær reglulega ábendingar að fólk með geðsjúkdóma sé frelsissvipt. Framkvæmdastjóri samtakanna segir mál konu sem hefur verið vikum saman í einangrun á Hólmsheiði ekkert einsdæmi. Yngra fólk farið að trassa það að nota bílbelti. Lögreglumaður sem lenti í alvarlegu bílslysi fyrir 15 árum þakkar beltinu lífsbjörgina. 100 lögreglumenn slösuðust í mótmælum í Mexíkóborg í gær. Verið var að mótmæla aðgerðaleysi forseta Mexíkó gegn ofbeldisglæpum. Prestum á Vestfjörðum á að fjölga 1 á næsta ári. Prófastur segir þá 5 prestar sem þar starfa eiga í vandræðum með að þjóna öllu svæðinu. Það fyrir öllu að eiga orð yfir upplifanir sínar og hugmyndir, segir handhafi verðlauna Jónasar Hallgrímssonar í ár. Dagur íslenskrar tungu í dag. Gott kvöld. Kominn tími til að grynnka á innviðaskuld í geðheilbrigðismálum. Þetta segir framkvæmdastjóri Geðhjálpar. Einangrunarvist ungrar konu með geðraskanir brjóti gegn samningi réttindi fatlaðs fólks. Geðheilbrigðismál fangaður til endurskoðunar og heilbrigðisráðherra hefur fært málaflokkin undir Landspítala. Nanna Brím, framkvæmdastjóri geðsviðs spítalans, sagði í hádegisfréttum útvarps að unnið var að úrbótum. Í fréttum RÚV í gær var sögð saga konu með geðraskanir sem hefur sætt einangrunarvist í fangelsinu á Hólmsheiði, meira eða minna síðustu 10 vikur. Móðir hennar segir að heilsu hennar ræki jafnt og þétt vegna þessarar meðferðar. Almennt í þessum málaflokki að þá þetta auðvitað lýsing á því hvernig við höfum komið fram, vil ég segja, við fólk sem að þjáist mikið í þessu landi. Þetta einsdæmi þetta mál? Nei, þetta því miður ekki einsdæmi. Grímur segir engan vafa að einangrunarvist og frelsissvipting fólks með geðraskanir stangist á við samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks sem var lögfestur á Alþingi núna í vikunni. Rímar alls ekki. Nauðung og þvingun og innilokun bara bönnuð og það auðvitað líka stjórnarskrá og mannréttindasáttmálum og allt þetta. Þetta auðvitað bara hræðilegt. En þessi unga kona sem þarna var fjallað í fréttum, hún fangi. Já, leggjandi á fangaverði og þar sem starfi fangelsum að sinna þessum störfum? Alls ekki og alveg nákvæmlega eins og við að segja. Fólki sem starfar þarna, það situr síðan undir þessu öllu saman. Bæði á geðdeildunum og í fangelsunum. Þetta sé einhvern veginn þeirra vandamál og þau þurfa bara að leysa þetta. Að mati Gríms og Geðhjálpar hefur þessi málaflokkur verið vanræktur í áratugi. Þegar við tölum innviðaskuld sem mjög vinsælt hér, þá erum við alltaf að pæla í einhverju vegum og brúm og svona. Þarna hún einna stærst. Fær Geðhjálp ábendingur að fólk með geðsjúkdóma sé frelsissvipt? Já, það mjög algengt. Í dag alþjóðlegur minningadagur fórnarlömb umferðarslysa og voru minningarathafnir haldnar víða land. Ein þeirra var við bráðamóttöku Landspítalans í Fossvogi. Halla Tómasdóttir forseti Íslands og Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra fluttu ávörp, sagðar voru reynslusögur af afleiðingum umferðarslysa og hinsegin kórinn flutti þemalag dagsins When I Think of Angels eftir Kristján Kristjánsson eða KK. Þetta í 15. skipti sem minningardagurinn haldinn hér á landi og í ár kastljósinu beint að notkun bílbelta. When I think of angels, I think of you. Notkun bílbelta minnkaði mikið meðal ungs fólks í fyrra. Notkun þeirra afar mikilvæg og því var ákveðið að bílbeltin yrðu þema minningardagsins í ár. Á síðustu 20 árum hafa 29 látist í framsæti í bílslysum. Þar af var beltanotkun skráð hjá 22. Af þeim voru 10 í belti en 12 ekki. Samkvæmt nýrri könnun Gallups spennir yngra fólk síður beltin. 21% á aldrinum 18 til 24 ára trössuðu það oft, stundum eða sjaldan, en aðeins rúm 2% þeirra sem voru á aldrinum 25 til 29 ára. Samgönguráðherra segir þessa þróun grafalvarlega. Já, það blasir við að við þurfum greinilega að fara í átak og Samgöngustofa hefur brugðist við, farið í átak á netinu
og það 10-15% en vísbendingar að 10-15% fólks nota ekki bílbelti að staðaldri og það gríðarlega mikið að bregðast við þá með áróri hreinlega til að fá breyta sér þróun, gera fólk meðvitað það að það sé mikið að nota bílbelti. Þú 13 sinnum líklega að deyja ef þú notar ekki bílbelti. Lögreglumaður sem lenti í alvarlegu bílslysi ásamt bróður sínum fyrir 15 árum segir bílbeltuna að þakka að hann sé enn á lífi. Ég var sem sagt á leiðinni frá Ólafsvík til Akureyrar árið 2010, annan í páskum og þar endaði ég í umferðarslysi með bróður minn sem farþegi í bifreiðinni. Ég slasaðist nokkuð alvarlega út af því og bróður minn slapp nokkuð vel. Ég held að þurfi ekki að spyrja leikslokum. Ég hugsa að við hefðum bara ég væri ekki hér í dag ef ég hefði ekki verið í sætisbelti með mína upplifun af þessu slysi. Hilmar bæði handleggsbrotnaði og fótbrotnaði og segir endurhæfingarferlið hafa tekið sinn tíma. Hann hafi hætt að stunda íþróttir sem voru stór hluti af lífi hans á þessum tíma. Á 9 ára ferli lögreglunni hefur Hilmar komið að fjölda umferðarslysa. Ein bílvelta stendur honum enn í fersku minni. Bifreiðin fór í rauninni nokkrar veltur og þar voru 2 sem sluppu ansi vel og 1 sem slapp ekki eins vel úr því slysi og það má leiða því líkur hvernig aðstæður voru að hann hafi ekki verið í bílbelti. Hann lamaðist á neðri hluta líkamans og það rauninni bara það sem við vitum málið að svo stöddu. Hilmar segir að það sé skelfileg þróun að ungt fólk sé í auknum mæli hætt að spenna beltin. Þið eru ekki bara að gera þetta fyrir sjálf ykkur, þið eru líka að gera þetta fyrir ykkar ástvini og koma fyrir mikinn harmleik í þeirra augum með því að brýna ykkur eins vel og hægt og nota bílbelti, nota það sem við höfum. 120 slösuðust og 20 voru handteknir í mótmælum í Mexíkóborg í gær. Mótmælin beindust að forseta Mexíkó, Claudia Sheinbaum, einkum óánægju með hvernig hún hefði brugðist við öldu ofbeldisglæpa í landinu. Þau voru friðsum til að byrja með en þegar komið var að torginu Zócalo brutu mótmælendur niður girðingar sem lögregla hefði sett upp þar. Mótmælin bárust svo að embættisbústað forsetans þar sem grjóti var kastað að óeirðarlögreglu sem svaraði með táragassi. 100 lögreglumenn slösuðust í óeirðunum. También nos exponemos todos los días a la inseguridad que sucede en el país, en donde alguien puede llegar a matarte y no pasa absolutamente nada. No pasa nada, se abren carpetas de investigación por todos lados, por todo México, y aquí no pasa nada. Como tal, yo tampoco ya estoy a favor de ningún partido político, estoy a favor de que pues ya haya un poquito más de seguridad, de que haya un poquito más de conciencia para todos. Á kirkjuþingi var samþykkt að fjölga prestum á Vestfjörðum 1. Aldamótin voru 14 prestar á Vestfjörðum en þar eru nú aðeins 5. Þannig að það var fækkaðu 9 sem var held ég bara full mikið því við erum í vandræðu með að þjóna öllu svæðinu. Næsta sumar á að auglýsa starf prests á Vestfjörðum. Magnús hefði óskað þess að geta auglýst fleiri stöður. Árið 2022 var lögð fram greining á þjónustuþörf á Vestfjörðum. Og það var nefnd á vegum kirkjuþings sem komst þeirri niðurstaða að þyrfti að fjölga hér 2 presta og 1 djákna. Eins og engin djákni starfandi á Vestfjörðum. Magnús segir margt auðveldara að þjóna í Reykjavík en á landsbyggðinni. Það skjóti því skökku við að prestar fái greitt eftir mannfjölda. Mér finnst þetta ankannalegt, ég lít svo á að ef þú vinnur fulla vinnu þá að fá full laun og hóð því hvar þú býrð 5 prestar þjóna tæplega 9.000 mann sem búa nærri Laugardal í Reykjavík. En munurinn sá, þó við séum með helmingi færri, að þetta eru bara 3 sóknir á litlu svæði, 3 kirkjur, en við erum með yfir 30 sóknir. 12 af þessum sóknum eru þéttbýli eins og Ísafjörður og Bolungarvík. Og það bara svolítið mikið mál að komast yfir allt þetta þegar við erum bara 5. Á landsbyggðinni bætist ferðatími við og akstur milli staða geti verið drjúgur. Þannig geti heill dagur farið í eina skírn. Það enn þannig að ég fljótar að fara með báti hér í eina af mínum kirkjum heldur en að aka. Þegar öllum minkabúum í Danmörku var lokað í COVID-faraldrinum fór timbrið úr þeim ekki til spillis. Yfir 100 litlar félagsmiðstöðvar verða byggðar úr því. Einn smiðanna segir að það hefði þó verið auðveldara að kaupa nýtt timbur.
Allir minkar í Danmörku voru drepnir í COVID-faraldrinum af ótta við stökkbreytt afbrigði sem talið var að gæti verið ógn við lýðheilsu. Síðar kom í ljós að ekki var lagaheimild fyrir þessari aðgerð stjórnvalda. Minkarækt var bönnuð í landinu tíma og fjöldinn allur á búum rifinn. Det en minkfarm fra Juelsminde ved Sønderby, som blevet til alle de her spær. Mikið timbur fjall til þegar minkabúin voru rifin og ætlunin að byggja úr því 150 félagsmiðstöðvar til dæmis undir starfsemi samtaka víðsvegar Danmörku. Jeg var en lille smule skeptisk lige til at starte med. Det skal jeg ærligt indrømme med det her med, at når man ser sådan en minkfarm for sig og tænker, hvordan kan de materialer blive til det der fantastiske hus, man drømmer om. Mikil vinna fer í að gera timbrið hæft til husbygginga á ný. Udfordringen er så, at vi skal lige nedtage det fra en bygning. Der kan være søm og skruer i det. Vi skal sikre os, at det er rent. Men jeg vil sige, at fordelene de vinder langt over ulemperne. Men vi får det jo næsten til at lyde nemt. Er det det? Det er ikke nemt at bygge med genbrug. Det er meget nemmere at gå ned i byggemarkedet. Så man skal lige arbejde på at gøre tingene lidt anderledes. Vi har lige fået nøglerne. Vi har jo glædet os helt vildt meget. Det har en historie, og det har den gode fortælling, og det har måske også sådan en lille bitte national påvirkning på hele det her byggeområde. Altså, det synes jeg jo er super fedt. Þrátt fyrir áframhaldandi óvissu sóknarhugur í Grindvíkingum. Gefið hefur verið í varðandi opinbera framkvæmdir og bjartsýni fer vaxandi. Mikil vinna og fjármagn hefur farið í að laga skemmdir á innviðum eftir hamfarir síðustu missera. En meðfram líka verið að horfa til framtíðar. Við erum að byggja fráveitudælustöð sem var á áætlun og ákveðið var bara að halda henni áfram. Þannig að svo eru náttúrulega bara viðgerðir á öðrum mannvirkjum eftir hamfarirnar og eins og skólum og leikskólum. En líka að horfa til framtíðar og verja byggingarnar fyrir rakatjónum. Eins og við kannski sjáum í fréttum af öðrum skólum, þá eru rakavandamál og annað sem við vildum ekki lenda í hér. Og þess vegna var ákveðið að nota þessa biðstöðu í það að klæða skólan á utan, skiptum glugga og maður kannski geta það líka að það líka verið að skipta loftræstukerfi í hlutaskólanum. Atvinnulífinu að vaxa fiskur hrygg og í dag starfa 1000 manns í Grindavík og fer fjölgandi. Þetta allt gefur íbúum tilefni til bjartsýni á framtíð Grindavíkur. Já, ekki spurning. Maður gerir sér alveg grein fyrir að bærin verður aldrei svo sami. Bæði félagslega og ég held að verði mikil breyting en ég bara sátt við ef ég fæ að sjá bæi minn, blómstra á ný. Í nýrri mynd. Þá vil ég vera hér. Nánar verður fjallað uppbyggingu í Grindavík í Landanum hér á eftir. Dagur íslenskrar tungu í dag. Handhafi verðlauna Jónasar Hallgrímssonar segir fyrir öllu að eiga orð yfir upplifanir sínar og hugmyndir. Dagur íslenskrar tungu hefur verið haldinn frá 1996 á fæðingadegi Jónasar Hallgrímssonar og verðlaun kennd við hann veitt þennan dag. Handhafi þeirra í ár fékk þau fyrir að efla lestur barna og hvetja til útgáfu barnabóka. En sjálf segir verðlaunahafinn að verðlaunin tilheyri miklu fleirum en henni einni. Mér finnst þau tilheyra skólasamfélaginu, skólabókasöfnum, líka öllum þeim sem skapa og gefa út barnabækur og ekki síst börnunum sjálfum. Þú færð viðurkenninguna meðal annars fyrir að stuðla að lestri barna. Hvernig gerum við það? Með bókum, með barnabókum. Við getum ekki gert öðruvísi. Við þurfum að búa til vettvang þar sem börnin geta fengið bækur og það á skólasöfnunum og við þurfum að efla þau enn meira. Lestur skiptir náttúrulega öllu máli fyrir áframhaldandi lífi íslenskunar og það að geta tala íslensku og eiga orði yfir það sem maður upplifir og yfir hugmyndir sínar og líðan sínar náttúrulega fyrir öllu. Einnig fengu samtökin 78 sérstaka viðurkenningu fyrir nýyrðasmíð en menntamálaráðherra segir í dag íslenskrar tungu vera mikilvægan. Þetta auðvitað okkar svona helgasti menningararfur og hann á í samkeppni við tækni nútímans. Ég hins vegar ekki eins svartsýnn og margir. Ég held að ef við leiðum hugan að þessu og ef við pössum okkur á því að grípa til þeirra aðgerða sem hægt að þá í íslenskan eftir að blómstra sem aldrei fyrr.
Og margir láta sig stöðu íslenskunnar varða. Fasteignafélagið Heimar sett upp sýningu í Smáralind undir heitinu Orð í útrýmingarhættu. En þar vakin athygli á að hvert einasta orð tungumálsins í hættu. Hér koma yfir 4 milljónir manna á hverju ári og það frábært að fólk geti staldra við og skoða þessi fallegu kjarnyrtu íslensku orð. Hefurðu sjálfur rekist á eitthvað orð hérna sem þú kannast ekki við, ertu ekki alveg viss hvað þýðir? Já, skrikkdans, ég þurfti að leita djúpt í heilabúinu til þess að muna að það annað heiti yfir breakdans. Sérðu eitthvað orð þarna sem þú ekki séð áður? Bakvörður. Hvað heldur að bakvörður þýði? Ég veit eiginlega ekki. Viltu giska? Vörður sem bak við eitthvað. Dabba. Hvað heldur að þýði? Dabba, seinka eða eitthvað svoleiðis. Hérna, dusilmenni. Hvað heldur að dusilmenni sé? Veit það ekki. Viltu giska? Einhver sem að gera eitthvað erfitt. Veistu hvað þetta orð þýðir? Nei, ekki alveg, en ég ætla að skjóta á riðu, kind. Hvað þýðir þetta orð? Ég veit það ekki. Hvað heldur að þýði? Frumvarp? Fréttir. Hvað þýðir þetta orð? Ég bara veit það ekki. Hvað heldur að þýði? Bara þögn, kannski. Kemur það fyrir að prófessor emeritus í íslensku heyri eða lesi orð sem hann áttar sig ekki alveg á hvað þýða? Já, það kemur oft fyrir og í staðinn fyrir að ergja mig þá á því og þá reyni ég að grafast fyrir hvað þessi orð merkja og velta fyrir mér hvað þau komin og hvort þau séu gagnleg í íslensku eða óþörf og stundum finnst mér að þau séu gagnleg og stundum ekki, það bara eins og gengur. Getur nefnt dæmi svona orð? Eitt orð til dæmis sem ég skrifaði fyrir ekki löngu, það er sögnin pendla. Kolaportið iðaði af lífi helgina á jólamarkaði sem verður þar fram að jólum í fyrsta sinn í rúmlega 30 ár. Herðu, ertu komin í jólaskapið? Sérðu það ekki? Ha? Og náttúrulega maðurinn minn alveg dressaður eins. Hæ! Sko, jólaþorpið náttúrulega byrjaði í dag, eins og þið sjáu. Og skreytt alveg rosalega og svona. Þannig að maður þarf náttúrulega að vera í smá feeling. Ertu byrjað svona verslun fyrir jólin? Sko, ég var eiginlega að koma að fá síld hérna. Ég reyndar ekki komið mjög lengi hérna. En það gaman að koma hérna. Bara sjá stemninguna og finna lyktina. Þetta það fyrsti dagur jólamarkaðsins. Var það eitthvað sem hvatti ykkur svona til að koma? Nei, veist ég ekki hugmyndum. Ég bara elti hana. Eru þið byrjuð að svona hugað jólunum? Já, algjörlega, ekki seinna en vegna, komið langt fram í nóvember. Þið voru að skoða hérna jólapeysur, er eitthvað svona dagskrá í vinnunni eða eitthvað svoleiðis eða? Nei, ekkert í vinnunni en svona heima við, kannski. Krakkarnir hafa gaman að þessu. Þannig að þið fagnir því að svona miður nóvember og það er bara svona farið að undirbúa jólin? Já, algjörlega. Bara leið og maður getur. Það var veðri, smá lægð á Grænlandshafi, þokast til austurs og gengur yfir landið í kvöld og í nótt. Áttin verður breytileg fyrripart dags á morgun, víða hægur vindur og snjókoma, en rigning eða slitta sunnan og vestanlands. Frost verður víða 1 til 6 stig fyrir norðan og austan, en hiti annars 0 til 5 stig. Síðdegis fjarlægist lægðin landið og þá gengur í norðaustan kalda eða strekking. Það léttir svo til og kólnar í veðri. En nánar verður fjallan veðrið að loknum íþróttafréttum. Íslenska karlalandsliðið fótbolta mætti Úkraínu í taugatrekkjandi úrslitaleik sæti í umspili heimsmeistaramótsins í dag. Heimir Hallgrímsson og hans félagar í írska karlalandsliðinu mættu Ungverjalandi þar sem þeir írsku þurftu nauðsynlega á sigri að halda til að ná umspilsæti F-riðils.
og það var á brattan að sækja hjá Valskonum sem mættu Blomberg Lippe í síðari leikliðana í forkeppni Evrópudeildarinnar. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og það eru kveðjum ykkur skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Geðhjálp fær reglulega ábendingar að fólk með geðsjúkdóma sé frelsissvipt. Framkvæmdastjóri samtakanna segir mál konu sem hefur verið vikum saman í einangrun á Hólmsheiði ekkert einsdæmi. Yngra fólk farið að trassa það að nota bílbelti. Lögreglumaður sem lenti í alvarlegu bílslysi fyrir 15 árum þakkar beltinu lífsgjöfina. 100 lögreglumenn slösuðust í mótmælum í Mexíkóborg í gær. Verið var að mótmæla aðgerðaleysi forseta Mexíkó gegn ofbeldisglæpum. Prestum á Vestfjörðum á að fjölga 1 á næsta ári. Prófastur segir þá 5 presta sem þar starfa eigi vandræðum með að þjóna öllu svæðinu. Það fyrir öllu að eiga orð yfir upplifanir sínar og hugmyndir. Þetta segir handhafi verðlauna Jónasar Hallgrímssonar í ár, en dagur íslenskrar tungu í dag. Og þá þessum fréttatíma lokið. Við minnum ykkur á sívökula vefinn okkar og svo alltaf hægt að senda okkur ábendingar á fréttir@ruv.is. En við kveðjum ykkur með myndum sem Kristófer Óli Birkisson tók af jólalegum Akureyrarbæ. Við þökkum ykkur samfylgdina á öllum okkar miðlum þar sem af degi. Hafið það gott og verið sæl.